Ég ætla að kenna ykkur um 3 hugmyndir sem gert hafa fólki lífið auðveldara og þótt það sé ekkert rosalega náttúrufræðilegt að þá byrjum við á að tala eins um hann John Lennon. Þetta er John Lennon, einn frægasti tónlistarmaður allra tíma. John Lennon er frá Liverpool í Englandi og byrjaði ungur að spila rock. Og var í hljómsveitinni Beatlarnir, var gríðarlega frægur og ákvað þegar hann var orðinn svona frægur að reyna að nota frægðina í eitthvað að viti, reyna að nýta sér frægð sína til að miðla einhverjum boðskap, og það sem hann gerði var að hann var mikill friðarsinni, barðist fyrir friði í heiminum og samdi fullt af lögum eins og til dæmis þetta hér sem við skulum hlusta þess á ef að þetta virkar allt saman. Heyrstu þetta lag? Hvað snýst þetta lag? Frið. Hvað fleira? Imagine. Hvað þýðir imagine? Ímyndaðu þér. Og hvernig byrjar textinn? Imagine there's no... Ímyndaðu að sé ekki himnaríki. It isn't hard to do. Þess að textinn fjallar það að hann er að biðja fólk að ímynda sér heiminn allt öðruvísi heldur en hann er. Og að það sé fyrst og fremst bara skortur á ímyndunarafli sem veldur því að heimurinn er nákvæmlega eins og hann er. Og vegna þess að við skiptum okkur í þjóðir, við höfum landamæri á milli okkar, erum tortryggin í garð hvers annars, að þá höfum við einhvern veginn enda á þeirri braut að við erum alltaf að berjast hvert við annað, við erum alltaf í stríði hvert við annað, við erum alltaf að drepa hvert annað, út af trúarbrögðum eða landamærum eða einhverju öðru. Og hann sagði, ímyndum okkur bara allt í einu, ímyndum okkur bara að við hættum þessu öllu saman. Við hættum að drepa hvert annað, við hættum að skipta okkur í flokka og reynum bara að ímynda okkur það að við ætlum bara að hafa frið. Hvernig dó John Lennon? Hárrétt.
Hann var skotinn við innganginn á húsinu sínu. Veit einhver hvað morðinginn hans hét? Það er dálítið Mark David Chapman. Og hér eru þeir saman. Nokkrum klukkutímum áður en að Mark David Chapman skaut Lennon í bakið, þá var tekin þessi mynd af þeim saman. Getur ykkur ímyndað sér hvað er að gerast á þessari mynd? Hárrétt. John Lennon er að skrifa nafni sitt á plötu, nýjustu plötuna sína fyrir hann, og Mark David er að horfa á hann skrifa á plötuna sína. Mark David var mjög veikur maður, geðklofasjúklingur, faldi ranghugmyndum og bjó á Hawaii og hafði flogið alla leið til New York til að skjóta John Lennon. Hann bjó í New York í byggingu sem heitir Dakota Building, sem er hérna fræg svona bygging í, þetta er hún. Þarna bjó ríka og fræga fólkið og þarna dyravörður og hérna allt voðalega fínt. Og þarna bjó John Lennon þegar hann var í hérna Bandaríkjunum á Manhattan, og þá þarna sem að nákvæmlega hér við þennan inngang, þar sem John Lennon var skotinn í bakið þegar hann var að labba inn eftir að hafa komið heim úr upptökuverunni. Þið sjáið það er þarna klefi hérna fyrir dyravörð og öryggi var mikið, en það var bara þannig eftir að hérna, að því að John Lennon var svo óbúslega frægur að það var yfirleitt alltaf eitthvað fólk þarna. Það var alltaf eitthvað fólk, ég meina sumt af þessu fólki sem hékk þarna fyrir utan voru bara orðnir kunningjar Lennons og fjölskyldunar. Og einn gaur til dæmis var þarna meira og minna alltaf og tók myndir, alveg í gríð og erg, og er einmitt ljósmyndarinn sem tók myndina þessa. Hann var einn af þessum aðdáendum John Lennon sem hékk þarna fyrir utan alltaf og hérna, og hann hafði einmitt spjallað við Mark David Chapman og fundist hann rosalega skrítinn, og bara augnablik eftir þessi myndi tekin að þá snýr John Lennon sér að ljósmyndaranum og segir rosalega að þessi undarlegur, vegna þess að Mark David Chapman hafi verið rosalega skrítinn. En af hverju erum við að tala um John Lennon í náttúrufræði? Hvað kemur John Lennon náttúrufræði við? John Lennon kemur náttúrufræði við þannig að John Lennon er einn af þessum mönnum sem reyndi að koma heilanum á okkur út fyrir kassan, out of the box, hætta að líta á heiminn sem einhvern hlut sem er óbreytanlegur og okkar hlutverk í heiminum sé bara að læra hvernig maður á að gera hlutina og hugsa hvernig getum við breytt þessum heimi til hins betra. Og það skiptir engu máli hvort maður er að reyna að fá frið eða hvort maður er að reyna að útrýma fátækt eða hungri eða hvort maður er bara einfaldlega að reyna að minnka mengun. Að í vísindum er algjört lykilatriði að maður læra að hugsa út fyrir kassan og maður reyni að hugsa út fyrir kassan. Og ég nefndi á síðunni litla sögu af því þegar John Lennon var lítill strákur. Mamma John Lennon var hérna ekki besta mamma í heimi, langt frá því. Hún átti mjög erfitt og John Lennon átti mjög erfitt, bjó lengi bara hjá ættingjum sínum. Að þegar John Lennon var lítill þá hafði mamma sagt við hann að það sem skipti máli í lífinu var að verða hamingjusamur, og hann hafði tekið mark á því. Svo fer hann í skólan, kennararnir setja niður og segja, jæja, nú áttu að gera verkefni, young Mr. Lennon. Láta hann hafa hérna blað og segja, nú skalt þú skrifa hvað þú ætlar að vera þegar þú ert stór. Og þá skrifaði John Lennon það sem mamma hafði sagt honum að maður ætti að verða. Hann skrifaði, ég ætla að verða hamingjusamur. Hann dó 1980.
Ég ætla að vera hamingjusamur þegar ég er stór. Og kennararnir kom og sagði, nei. Þú skildir ekki, þú skilur ekki verkefnið. Og þá sagði John, nei. Þið skiljið ekki lífið. Og þetta er rosalega einkennandi fyrir það viðhorf sem mig langar að fjalla þessum. Og mig langar að segja litla sögu, sorglega sögu, sem útskýrir af hverju ég valdi þessar 3 hugmyndir. Fyrir nokkuð mörgum árum þá ákváðum við í fjölskyldunni að við ætluðum að styrkja barn í Afríku til náms. Við fórum inn á þessa síðu sem er svona kirkjulegt, trúarlegt hjálparstarf sem að þeir byggja þorp út allan heim, þar sem börn sem eiga ekki foreldra eða eiga mjög fátæka foreldra, þau geta komið og búið. Og við fórum bara á börn sem vantar stuðning, fundum styðja barn og við fundum bara eitt af allra fyrstu börnunum og við ákváðum að styrkja það. Hér til dæmis þetta er á Indlandi. Þessi stelpa býr á heimili sem að samtökin reka og þarna, ef maður styrkir þetta barn um 4.500 krónur á mánuði, að þá fær hún skólagöngu og hún fær að borða og heimili. Og við fundum barn í Afríku sem heitir Doreen og við borguðum fyrir hana, hún bjó reyndar hjá mömmu sinni, en við borguðum fyrir hana einhvern 1.500 kall eða 2.000 kall á mánuði og í staðinn fékk hún að ganga í skóla og fékk að borða í skólan. Skólabúning og skólabækur og svona. Og svo leið tíminn og við héldum alltaf áfram að styrkja og fundum ekkert fyrir þetta, kostar náttúrulega ekki neitt, mann munar ekkert um hennan pening. Og svo einn dag fengum við bréf frá henni, þar sem hún hefði skrifað bréf til okkar að þakka okkur fyrir og það var voðalega krúttlegt bréf skrifað á svona stórri barnaskrift, okkur þótti mjög vænt um það. Og svo einn daginn fékk ég tölvupóst, hræðilega sorglegan tölvupóst, það að því miður þá væri Doreen litla dáin. Og með tölvupóstinum fylgdu myndir. Og það voru myndir af skólabókum sem voru allar brunnar. Og þá hafði það gerst að Doreen litla, hún átti litla systur, þær bjuggu í mjög þykkum svona kofa, leirkofa, illa loftræstum og illa lýstum og það þurfti þess vegna alltaf að hafa eld í kofanum. Og hverjum degi þurfti mamma þeirra, vegna þess að pabbi þeirra hafði stungið af og það var nú ástæðan fyrir þessari gríðarlegu fátækt hjá þessari fjölskyldu og pabbinn hafði bara látið sig hverfa. Á hverjum degi þurfti mamman að fara að sækja vatn. Og af því að Doreen og litla systurina voru svo litlar, að þá voru þær hræddar einar heima og þær læstu alltaf. Þangað til mamma kom aftur. En í þetta skipti gerðist eitthvað sem var þess valdandi að það kviknaði í og þessar 2 litlu stelpur dóu. Og ég fekk sem sagt tölvupóst það að hún væri dáin og hvort að ég vildi styrkja annað barn eða hvort ég vildi halda áfram að styrkja mömmunar. Og ég ákvað að gera það og síðan þá borga ég hverju mánuði pening til að styrkja þessa konu sem að misti bæði börnin sín. En ef að Doreen hefði búið við aðstæður þar sem ekki þurfti að hafa logandi eld vegna þess að þau hefði haft rafmagn og ekki þurfti að hafa eld vegna þess að það væri dimmt, heldur hægt að hafa ljós, þá hefði hún kannski aldrei þurft að deyja. Og fyrsta hugmyndin sem við tölum í dag er hvernig hægt er að lýsa upp heimili fátæks fólks allan heim sem ekki hefur aðgang að rafmagni.
Og þessi hugmynd á rætur sínar að rekja í einn frægasta og virtasta háskóla heims, MIT, Massachusetts Institute of Technology. Þetta er líklega fremsti og frægasti tækniháskóli heims og þarna eru vísindamenn nútímans, bestu vísindamenn heims, sumir af þeim, þarna vinna þeir við alls konar hugmyndir. Hér er til dæmis bara hvernig á að nota farsíma til að fljúga njósnaflugvél, hvernig er þetta að mennta ungar konur í Kambódíu, og þeir eru með, eins og flestar stofnanir sem hafa einhverja samvisku, þá eru þeir með hérna alls konar verkefni í gangi þar sem þeir eru að reyna að nota vísindin til að bæta heiminn. Og þarna varð til hugmynd sem heitir lítri af ljósi. Lítri af ljósi. Og Isang Litrong Liwanglak eða eitthvað svoleiðis. Þetta er frá Filippseyjum og þetta verkefni er í gangi reyndar á fleiri stöðum. Þetta er í Suður-Ameríku og í Afríku líka. Og þetta snýst það að lýsa upp heimili fólks með því að nota flöskur, bara venjulegar kókflöskur. Og þetta er gert þannig að flaskan er sett í svona bárjárnsbút og síðan er þessi bárjárnsbútur settur á þakið á húsunum og það sem gerist er það að þetta er fyllt af vatni, sett smá klór í vatnið til að myndist ekki gerlar eða þörungar eða eitthvað sem að gruggi vatnið og þá lýsir þetta þegar bjart er úti. Sólin skín á flöskuna og það dreifist allt húsið að innan og það getur komið heilmikið ljós að þessu. Og þarna er til dæmis, þeir eru með svona baráttu í gangi og þeir eru með það eru svona reglur að það er hugmyndir sem að menn er að reyna að koma í gang að það þarf að vera hægt að nota hluti sem að fólk getur fundið bara sjálft í nágrenni sínu og það er alveg kók drukkið í meira að segja fátækustu löndum heims. Þannig að það er hægt að ná í efniviðinn og það má ekki vera mjög flókið að setja þetta saman. Og hver sem er raun og veru getur gert þetta. Leiðbeiningarnar eru á þessari síðu, það er linkur á hana í náttúrufræðisíðunni. Það þarf kítti og það þarf bárjárnsbút og það þarf flösku en það þarf ekki fleira. Og þetta er frábært lokaverkefni fyrir einhvern. Og svo er komið svona að reyna að fá fólk til að taka þátt og vera með og dreifa hugmyndinni og þá reyna menn alls konar hluti svona eins og núna er Auðun Blöndal að fara úr sjónvarpinu í útvarpið og hvað gerði Auddi Blö til að fólk taki eftir því að vera að byrja með þátt? Það gerir tónlistarmyndband. Og hvað gera menn þegar maður vilja dreifa hugmyndin lítra af ljósi? Jó, með búið til tónlistarmyndband. Þannig að hér er líklega eina filippseyska popplæðið sem að þið munið hlusta á í dag. Við skulum heyra það. Lítri af ljósi. Þetta er myndbandið.
Nei, það þarf ekki einhverja brjálæðislega mikla sól. Það þarf bara dagsbirtu. En málið er að náttúrulega það hjálpar dálítið til með þessa tækni að mörg af fátækustu löndum heims, þau eru þar sem er mest sól. Þetta myndi alveg virka á Íslandi, nema náttúrulega kannski ekki í desember eða nóvember. Það eru alveg lítil birta. En meina, við hefðum alveg, hérna, kíkja aðeins hérna fram. Hérna er gluggi. Sjáðu þennan glugga. Hér er gluggi, þakgluggi. Þessi gluggi skilar ofboðslega lítilli birtu hérna inn. Vegna þess að þetta er bara svona rör. Og það eina sem gerist er að það verður smá blettur hérna fyrir neðan. Ef þessi gluggi hefur verið hannaður öðruvísi, ef þetta væri til dæmis bara fullt af vatni og það væri svona kúla hérna neðan á, þá myndi ljósið dreifast hérna og það er gluggi, 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 séðu alla leið út og við getum sleppt þessum ljósum. Við getum alltaf haft slökkt á þeim, alltaf. Það myndi spara pening. Við viljum fá dagsbirtuna og ekki þessa lýsingu sem við erum, þessa rafmagnslýsingu. Þannig að fyrsta hugmyndin að lýsa upp heimili þar sem kannski er ekki einu sinni rafmagn með því að nota flöskur sem festar í bárujárnsplötu. Nei, málið með plötuna er að bárujárn er svo mikið snilld að það bæði endist rosa lengi og er nú þegar notað á flest þessu hús. En það er líka, snilldin með bárujárnsplötu er að lögunin á henni gerir kleift að þú getur tekið bútaðinni og sett á bárujárn sem er fyrir. Þannig að þú getur gert smá gat og svo getur þú bara sett þetta ofan á. Bárujárnsplötu passar rosalega vel saman. Svona. Þannig að það er hægt að stinga því ofan á bárujárnin sem er fyrir og hérna án vandræða. Ódýrt. Mjög ódýrt, búið til úr rusli og ljósið sem er úti dreifist inn. Þetta var fyrsta hugmyndin. Önnur hugmyndin er tengd ungum Afríkumanni, William Kamkwamba. Og við ætlum að skoða síðu sem 9. og 10. bekkur þekkir alveg út og inn. Þegar við tókum alveg langan tíma í það síðasta haust að læra að nota þessa síðu. 8. bekkur mun læra á hana líka. Þetta heitir Gapminder og þarna er safnað inn upplýsingum heiminn og það er hægt að bera upplýsingar saman. Það er til dæmis að sjá hvort það eru tengsl á milli þess hvort að þjóð er rík og hvað hún drekkur mikið áfengi eða hvort það fá mikið krabbamein eða ýmislegt. Og hérna það er búið að setja upp og benda á það. Þetta er alltaf mikilvægt að menn skilji þetta. Ef það myndast lína, svona horn í horn í aðra hver áttina, ef að löndin raða sér svona einhvern veginn á línu, eða punktarnir þarna, að þá getur maður sagt að séu tengsl á milli þess sem við erum að bera saman. Hér er verið að bera saman life expectancy eða lífsævilengd, þannig að barn sem fæðist í ákveðnu landi, hversu lengi það má búast við að lifa, og svo income eða tekjur. Og það sem við sjáum er að löndin þarna raða sér nokkurn veginn í línu frá öðru horninu og upp í hitt, og það þýðir að það hversu mikla tekjur maður hefur er tengt því hversu lengi maður lifir. Þó að tengingin þarna á milli getur verið mjög flókin. Og nú ætlum við að hoppa. Við ætlum að taka 2 lönd. Við ætlum að taka Ísland. Hvað haldið að Ísland sé? Það er appelsínugult, rétt. Ísland er þarna. Við erum eiginlega í toppinum. Ef við skoðum hér, ævilengdin á Íslandi meðal er 82 ár. Það er með því hæsta í heiminum. Það er örfá lönd hérna í kringum okkur, en þetta er ofboðslega hátt. Og tekjur á Íslandi eru 33.500 tæplega dollarar á mann. Og það ger okkur líka eitt af ríkustu löndum heims. Þó það séu reynda lönd sem eru ríkar en við, þau eru hérna megin við okkur. En meiri hlutan af löndunum í heiminum er þarna megin við okkur og er þar alveg fátækara en við. Og nú ætlum ég líka að bera okkur saman við land sem heitir Malaví.
og það er kreppa hjá okkur, þannig að við erum sko, við erum verr stödd en hérna við vorum. Ok, þessi var ofboðslega mikill munur á Ísland og Malaví. Malaví, þar er meðalævin sko undir 55 árum og meðal tekjurnar undir $1000. En við skulum fara aftur í tíman og sjá hvað hefur breyst. Einu sinni var ekki svona langt á milli okkar. Meðalævilengdin í báðum þessum löndum var á milli 30 og 35 ár. Það þýðir að dó náttúrulega ofboðslega mikið af börnum. Og Ísland var vissulega ríkara en Malaví, en ekki nema svona cirka, kannski rúmlega tvöfalt ríkara. Við vorum gríðarlega fátækt land á þessum tíma, Malaví var bara ennþá fátækara. Nú ætlum ég að spila og við ætlum að fylgjast með hvernig Ísland og Malaví færist frá árinu 1800. Að Ísland þokast hægt og rólega og verður ríkara og ríkara, ævilengdin breytist ekki neitt. Síðan hoppar þetta þarna upp sem er líklega bara merki annarkvort að gögnin sé ófullkomin eða það hefur komið einhverja farsóttir eða eitthvað. Og þegar Ísland fer tilbaka, þá annarkvort erum við að verða fátækari eða óheilbrigðari. En þið sjáu samt að myndast alveg greinileg lína. En sjáðu Malaví, núna fór Malaví að stað í fyrsta skipti, miðja síðustu öld. Og Ísland er búið að stinga af og þýtur með hinum löndunum í heiminum upp í hóp þeirra ríkustu og í heiminum. Og við sjáum að kreppan á Íslandi, þessi mikla kreppa sem við vorkennum okkur alveg ofboðslega fyrir, að við getum séð hana, við getum séð hana, hvar get ég hérna, hvar get ég falið öll hinn löndin. Hér, að þegar við förum tilbaka til vinstri, þá er kreppa. Og sjáðu, Ísland er til hægri, stoppar, aðeins tilbaka, áfram, stoppar tilbaka. Nú erum við stödd hér. Þetta var kreppan á Íslandi. Það er örlítið skref tilbaka, en samt ekki svo mikið að við erum ennþá samt eitt af allra ríkustu löndum heims. Þannig að við höfum svo sem ekki ástæðu til að kvarta. En William Kankamba býr í Malaví og Malaví er gríðarlega fátækt. Það er svo fátækt að það er ekki til peningar til þess að senda börn í skóla. Fólk þarf sjálft að safna peningum. Og þó að skólinn sé hræódýr, þó að kosti á ári, svona svipað svo kostar að hafa ykkur í skóla í kannski viku, tæpa viku, að þá er bara fólk sem hefur ekki efni á því að hafa börnin sín í skóla. Og það er það sem kom fyrir þennan dreng þegar hann var 14 ára, William Kankamba. Þegar hann var 14 ára, þá sögðu foreldrar hans honum að hann gæti ekki lengur gengið í skóla. Þau höfðu ekki efni á því að borga skólagjöldin, sem voru cirka 10.000 kall. Þú ert með heyrnartól á hálsinum sem kostuðu já, þannig að bara heyrnartólinn sem þú ert með hálsinn kostar 3 sinnum meira heldur en kostar að hafa hann í skóla á heilu ári. Og þau höfðu ekki efni á því. Tölvan sem þú ert með fyrir fram að þig, 10 sinnum meira heldur en kostar að hafa hann í skóla. Þú ert með tölvuna, hann datt úr skólanum. Þetta er munurinn á Íslandi og Malaví. En hann var bara ekkert sáttur við það að hætta að mennta sig og hann tók sig til og fór á bókasafnið og fór að mennta sig sjálfur. Þar sem hann fann þessa bók vindmyllur og orkuöflun, hvernig þetta var að nota orku. Og þegar hann fór á fletti inn þá komst hann að því að það var hægt að nota vindmyllur til að dæla vatni og framleiða rafmagn. Dæla vatni og framleiða rafmagn.
Og í sjálfu sér vindmylla ekkert flókið fyrirbæri. Þannig að hann ákvað að reyna að byggja sér vindmyllu. Gamall ykkur. Ákvað hann að prófa að byggja vindmyllu. Hann fór á ruslahaugana, alveg svo flöskuldar í hugmynd 1 kom af ruslahaugunum. Þá fór hann á ruslahaugana og hann fann þar ónýtt reiðhjól, hálft reiðhjól í bútum og skólprör. Og svo fann hann slatta gúmmítrjám. Og hann fór heim, byggði turn úr gúmmítrjám, margra metra háan, því að hann las í bókinni að til að beisla vindinn, þá væri betra að hafa turnin háan. Og svo vantaði hann spaða á vindmylluna og hann bjóð það til úr plasturörinu með því að taka plasturörið, skera í það og hita það svo yfir eldi. Og þegar það fór að bráðna og varð mjúkt, að það opnaðist það og hann gat flatt það út og látið það kólna þannig og klippt út spaða eða skorið. Og hann festi þá á vindmylluna og síðan notaði hann reiðhjólið sem hann fann og tengdi það við þetta með keðju. Og á reiðhjólinu var svona rafall eins og er á mörgum reiðhjólum til að búa til ljós fyrir hjólið. Og hann lét hjólið snúa rafalnum. Og svo opnaði rafalinn og tók 2 víra út sem eru þar inni, sem þá tengdi við ljósið, og tengdi þessa 2 víra við peru. Þegar hann var búinn, var fullt af fólki mætt á svæðið að horfa á, hann upp í vindmyllunni sinni, allir að glápa, og það kom örlítill vindur og blöðin byrjuðu að snúast hægt og rólega, og svo sá hann að það kom örlítill glóð á peruna. Örlítill glóð. Og hann var mjög stoltur. Og fólki horfði og hugsaði, já, þetta allt og sumt? En þá hvessti og vindmyllan fór að snúast miklu hraðar og þá varð peran miklu sterkari og það kom heilmikil birta af henni og hann var svo stoltur að hann hljóp beint í það að framleiða 2 millur í viðbót og önnur notuð til að dæla vatni og hin til að framleiða rafmagn. Og það þýðir að í þessu þorpi, í miðri Malaví, að í þessu þorpi getur maður notað rafmagnstæki. Maður getur hlaðið síma, hlustað á útvarp, maður getur gert hluti sem áður voru ómögulegir út af einum 14 ára dreng. Þessar 2 hugmyndir sem ég er núna búinn að koma og nefna, flöskuna og vindmylluna, ef þetta hefði verið til staðar hjá henni Doreen, þá hefði hún ekki þurft að deyja. En þetta var ekki til staðar vegna þess að engum datt þetta í hug og enginn gerði þetta. Menn hugsuðu ekki út fyrir kassan. Menn stækkuðu ekki mengi þess sem var mögulegt. Þriðja, en sko þetta tvennt, þetta á aðalega við í fátækum löndum suður við Miðbaug eða jafnvel sunnan við Miðbaug. En hvað getum við á Íslandi gert? Hvað getum við gert til að gera okkur lífið betra og hugsa út fyrir kassan okkar? Það er hellingur sem við getum gert og eitt af því sem við getum gert væri til dæmis að skoða hugmynd sem að ber nafnið VAF2G eða Vehicle to Grid sem þýðir faratæki tengd kerfinu. Vehicle, faratæki tengd to rafmagnskerfinu. Og þessi hugmynd er bráðsnjöll og í raun sára einföld. Nú skulum við skoða af hverju þetta er eitthvað sem við getum gert. Það er til fyrirtæki eða stofnun sem heitir Landsnet. Landsnet á rafmagnslínurnar sem liggja Ísland, bæði ofanjarðar og neðanjarðar. Og flytur rafmagn frá virkjunum
af bæjum og stórum fyrirtækjum og það taka aðrir við því og senda það inn í húsin. Það er hægt að sjá á heimasíðu Landsnets, þá er hægt að sjá hversu miklu orku er verið að nota á landinu. Í gær, í náttúrufræðitíma, var verið að nota 1980 og eitthvað megavött. Núna er verið að nota 1922. Það er sérst minni orkunotkun í gangi núna heldur en verður líklega eftir svona 1-2 tíma. Það er ekki allt komið í ganga ennþá. En það sem ég langar að vekja athygli ykkar á er að þegar við horfum á þessa mynd þá sjáum við að það eru virkjanir. Það eru til staðir á Íslandi sem búa til rafmagn og þeir eru táknaðir á myndinni sem svona skrúfur sem snúast. Og svo eru mismunandi litir og mismunandi litir tákna bara mismunandi öflugar rafmagnslínur. Þannig að grænar línur flytja hérna hæsta spennu og rauðar næsthæsta og gular minnsta. Og síðan þessir hringir, venjulegur hringir, þar er sem sagt tekur einhver annar við rafmagnin og flytur það síðan í húsin eða sumarbústaðina og svo eru það kassar. Og þið takið eftir því að öflugustu rafmagnslínur á Íslandi, þessar grænu, þær liggja bara á 3 staði, í 3 kassa. 1 kassa hér, 1 kassa hér og 1 kassa hér. Og þessir kassar eru álver. Og það er vegna þess að eitt einasta álver, eins og til dæmis álver í Straumsvík, eitt svona álver notar jafn mikið rafmagn og öll íslenska þjóðin. Öll fyrirtæki, allar stofnanir, öll heimili, allt á landinu notar jafn mikið rafmagn eins og eitt álver. Þannig að gróflega að þá er framleitt 4-föld sú orka sem þyrfti ef ekki væri álver á Íslandi og 3/4 af orkunni fara í þessi 3 álver. Við hin síðan notum restin af rafmagninu og flytjum eftir misöflugum línum og þið sjáið að það liggur öflug lína inn á Vestfirði og svo taka minni línur við í þar. Sama gerist ef við sjáum til dæmis Húsavík. Það er virkjun við Kröflu, hún er blá og svo liggur gul lína upp úr henni til Húsavíkur. Og svo er eins í Vestmannaeyjum, það sést ekki hérna, gul lína til Vestmannaeyja. En V2G snýst að hugsanlega, vegna þess að langflestar af þessum virkjunum eru annarkvort jarðvarmavirkjanir eða vatnsvirkjanir. Hér er til dæmis þetta er jarðvarmavirkjun sem við lærðum um. Þetta er Kárahnjúkavirkjun, vatnsaflsvirkjun. Sumar sem sagt byggja á því að safna vatni í uppistöðulón og búa til rafmagn úr því, aðrar nota heitt vatn og búa til rafmagn úr því. Hugmyndin V2G, við getum annarkvort notað bara það sem er, eða við getum búið til fleiri virkjanir og við getum búið til dæmis sólarvirkjanir. Við getum haft á nokkrum stöðum á landinu að við værum bara með virkjanir sem safna sólarorku. Það myndi ekki virka neitt rosalega vel á veturna. En þá getum við líka haft virkjanir sem að nýta vindinn. Þannig að við getum safnað rafmagni úr algjörlega umhverfisvænum orkugjöfum sem menga ekki neitt. Vandamálið við að nota sólarorku og vindorku er að vindurinn kemur og fer og sólin gerir það líka og það þarf helst að koma þessu rafmagni út strax. Við getum ekki geymt sólarorku auðvitað. Þess vegna hafa menn reynt að geyma það í vetni eins og við lærðum í síðasta tíma. Menn hafa tekið vind eða sólarorku, búið til rafmagn úr því og síðan sem sagt við höfum vindinn eða sólina og af því að það þarf að nota þetta strax þá notum við þetta til að búið til rafmagn og rafmagnið býr til vetni eða metan. Og þetta hér hefur bara gegnt í hlutverki að geyma þessa orku. En V2G snýst að við gætum auðveldlega tengt einkabílan okkar við kerfið
með því að stinga þeim í samband við innstungu. Og ef að við gætum búið til einkabíla sem væru með risastóran rafgeymi sem getur tekið miklu meiri orku heldur en þarf í bílinn, þá væri hægt, til dæmis þegar það er mikið sólskinn, þá væri hægt að taka rafmagn sem verður til og geyma það í bílnum. Þannig að bíllinn er farin að geyma rafmagnið fyrir okkur. Síðan líður tíminn og allt í einu verður dimmt og við hættir að framleiðast rafmagnið. En það sem gerist þá er að rafmagnið fór ekki til spillis, það er bara geymt þarna og nú er komið kvöld og nú þarf að nota þessu orku, það er allir að kveikja á sjónvarpstækjunum sínum og það þarf þessu orku og þá getur bara 10.000 bíla út um allt land verið tengdir í kerfið, þannig að þegar allir kveikja á sjónvarpinu sínu þá einfaldlega bara bregst kerfið við með því að soga orkuna tilbaka en skilja bara eftir nóg til þess að þú komist þinn að ferða daginn eftir. Bílinn getur verið með svona tölvu sem reiknar það bara út hversu mikið rafmagn máttu missa, hversu mikið getur geymt. Og ef við myndum tengja 10.000, kannski 50.000 svona bíla við rafmagnskerfið, þá þýðir það að við getum búið til raforkukerfi, VAFT2G kerfi, sem nýttir fullkomlega umhverfisvæna orkugjafa, algjörlega, fullkomlega umhverfisvæna orkugjafa, engin CO2 mengun, engin, það verður ekki til neitt CO2, þetta er bara rafmagn, það verður engin mengun af þessu, og í viðbót að það sem gerist er að öll orkan sem við myndum nota á bílana kemur innanfrá, frá Íslandi. Við þurfum ekki að kaupa neina orku. Já. Þetta er spes. Já, þetta er eitthvað dubious. Hvað er þetta? Ég hef aldrei séð þetta fyrr. Já, cool. Þannig að við getum framleitt okkar eigin orku, þurfum ekki að kaupa bensín, þurfum ekki að kaupa olíu, búin til rafmagn og við getum alveg gert þetta með rafmagnið sem við erum með núna. Í staðinn fyrir að geyma rafmagnið í einhverjum risastórum uppistöðulónum, þá væri hægt að geyma það bara á bílónum. Og af hverju er sniðugt að geyma þetta í bílum? Jú, vegna þess að venjulegu bíll, einkabíll, bíllinn okkar stendur kjurr og hreyfist ekki 23 tíma af hverjum 24. Þannig að 23 tíma á sólarhring sitja bílarnir að meðaltali kjurrir í bílastæðum eftir að það er farið eitthvað. Menn keyra í vinnuna á morgnana, tekur korter, menn keyra heim á daginn, tekur annað korter, það er hvern hálftími og stundum fara menn eitthvað. Stundum fara menn í búðina, eða í bíó, eða í bíltúr. Að meðaltali bíll á Íslandi og í öðrum löndum á svipuðum sitja kjurrir í 23 tíma af 24. Og það þýðir í raun og veru vegna þess að sko, það er dýrt að eiga bíl. Og að eiga nýjan bíl á Íslandi kostar aldrei undir 1 milljón á ári. Líklega það kostar svona 1,5, 2 milljónir á ári. Að það er ódýrara heldur en að eiga nýjan bíl að taka leigubíl hvers sem maður vill fara. Vegna þess að hver einasta ferð sem á ferð kostar 3.000 kall á nýjan bíl. Það er langódýrast að taka strætó. En ef við ætlum að eiga bíla, af hverju ekki að láta bílana vera í vinnu þessa 23 tíma við að geyma og afhenda rafmagn fyrir þjóðina? Og þetta gæti þýtt ef orkufyrirtækin sæju sér hag í þessu, vegna þess að kemur að því að við verðum búin að virkja allt sem við getum virkjað, það er ekki rosalega margir staðir eftir á landinu sem við getum búið til rafmagn eftir og þeir skemmast náttúrulega, þeir endast í ákveðin tíma, svo er það bara búið. Að við myndum skipta yfir í sólarorku og vindorku meira og menn myndu kaupa sér svona bíla sem eru ódýrari heldur en vetnisbílar og metanbílar. Menn myndu kaupa sér svona bíla að þá væri alveg hægt að menn fengju orkuna ókeypis. Menn þyrftu ekki að kaupa sér neitt eldsneyti, þyrftu ekki að kaupa sér neitt bensín eða metan eða neitt.
heldur einfaldlega vegna þess að þeir lána bílinn sinn, að þá fá þeir orkuna sem þeir þurfa ókeypis. Og jafnvel gæti orkufyrirtæki grætt á þessu, sem þýðir að orkufyrirtæki gæti séð sér hag í því að annarkvort kaupa sjálft svona bíla og selja það ódýrt, eða að þið kaupið ykkur svona bíl og orkufyrirtæki jafnvel borgi ykkur fyrir að geyma rafmagnið. Möguleikarnir eru til staðar. Það eina sem þarf er að við þurfum að hugsa út fyrir kassan. Við þurfum að hætta að fara á bensínstöð og kaupa bensín sem mengar, sem eyðir gjaldeyri og kostar meira heldur en kók, líturinn. Það er ódýrara að hella kók á tankinn heldur en að hella bensín á tankinn. Og við þurfum að hætta því, vegna þess að þetta er að eyðileggja náttúruna og þetta er dýrt og þetta er heimskulegt. En það væri frábært ef við skiptum yfir í metan strax, þannig að minnka mengunum helming. Frábærast væri ef okkur tækist að gera þetta, allavega þeir sem búa í Reykjavík eða í nágrenni, vegna þess að það ætti ekki verið neitt stórkostlegt mál að hafa einstungur til að stinga bílum í samband. Það eina sem þarf er að menn vilji gera þetta og menn vilji þróa þetta. Það getur vel verið að koma í ljós að það er einhver vandamál. Það getur vel verið að sé eitthvað vesen við þetta. En það er þegar byrjað að gera þetta og þetta gengur bara alveg ágætlega. Og þetta er örugglega betra heldur en hitt. Vegna þess að hver einasti dollari sem við eyðum í olíu, það er ekki hægt að eyða honum í neitt annað. Þannig að ef við myndum hætta að kaupa olíu frá útlöndum, þá hefur við fullt af peningum sem við getum notað í aðra hluti. Sparað á, keypt lyf, föt, bíómyndir, bara eitthvað annað.